Komið sæl. Í dag ætlum við að fjalla eða réttar sagt að tala við konu sem hefur fengið eiginlega stærri pakka af áföllum í lífinu heldur margur annar. Og ég býð velkomna að henga til mín Sigurlaugu Gísladóttur. Sælblessu. Sem að jafnframt vinkona mín og býr á Blönduósi, ekki Selfossi, Blönduósi. Velkomin Silla mín. Takk fyrir og takk fyrir að bjóða mér. Ég ætla að ræða við þig bara allt mögulegt og ég veit okkur endist ekki tíminn til þess að fara yfir það allt saman. En það sem vakti athygli mína þegar ég kynntist þér fyrst var að þú átt 4 börn, Já. eina stúlku og 3 drengi og allir drengirnir þínir eru það sem kallað lögblindir. Já, það passar. Og eru svona það sem við myndum bara kalla í dag nánast alveg blindir með pínu litla sjón. Já. Þegar elsti strákurinn fæddist, kom þetta strax í ljós? Nei. Ég var búin að fara margoft með hann til augnlæknis og ekkert gekk og var eiginlega satt best að segja orðið alltaf pirruð á því að vera þetta, en hann var náttúrulega fæddur með litningagalla líka og heyrði undir greiningastöð ríkisins. Já. Og En þú varst búin að sjá eitthvað óeðlilegt við? Já, það leyndi sér ekkert, sko, hann var svo ofboðslega birtufælinn. Já. Og vildi helst ekki vera úti þegar það var sól og snjór og svona. En svo urðum við fyrir því happið, ég pantaði tíma hjá augnlækni sem var í Kringlunni þá, kona, sem að bara leið og hún sá Gull og þá sagði hann, heyrðu, bara ég ætla að vísa ykkur bara beint á sjónstöðina, sem heitir núna Þjónustu- og þekkingarmiðstöð. Og þá kom þessi greining í ljós, það að segja akromatópsía. Akromatópsía, það einhver ákveðin Já, það sem sagt, það er í rauninni, ég held að kalla það vanti litakeilurnar í augun, sem að gera það verkum að þeir sjá, það sem þeir sjá er í svarthvítu, enga liti og ofboðslega birtufælni. Þeir eru þessi kettirnir, þeir vilja helst vera út á nóttinu á kvöldin. Já, ég tek eftir því að þeir eru alltaf með sólgliru. Já. En sko, ég tala það var ekki bara elsti sonurinn sem að var fyrir þessu heldur 2, þeir yngri líka. Já, Gunnhildur er fædd 81 og Gunnlaugur 84. Svo kemur Daniel 91 og Sigurður Þorri 99. Og þegar Daniel fæðist þá sá ég strax að þetta var ekki lagi heldur og það var nú fara að tala að ég var nú bara ímyndunarveik og móðir, sko. Þetta kæmi mestalagi fyrir 1 barn, sko, en ekki 2. Hvað þá 3? Og hvað þá 3, það taldist fræðilega útiloka bara, en það gerist nú samt, þannig að en Daniel fekk tiltölulega fljóta greiningu, sko, en ég þurfti svolítið að ganga eftir þið með Sigurður Þorra. Yngsta strákin? Yngsta, þeir bara trúði því ekki að þetta gæti gerst einu sinni. Nei. En var þér sagt að þetta gæti gerst þegar þú gerst með 2 yngri drengina? Nei, það var eiginlega bara talið útiloka, sko. Já. Þetta væri bara einstakt. Og veistu fleiri svona tilfelli á Íslandi? Já, síðast þegar ég vissi þá voru þau 17. Ég á 3 af þeim en ef ég man rétt þá sagði Guðmundur Viggós mér augnlæknir að 13 þeirra ættu uppruna sinn austan að landi. Já. Það er sérkennileg tilviljun. Já. Eða kannski er það ekki tilviljun. Kannski er það ekki tilviljun en hann var búinn að finna þá út að þau ættu ættir og sum jafnvel bjöggu. Það var ekki mann eftir að hann sagði mér að væri einhver á Vopnafirði og þau sem voru á Akureyri, þau voru ættuð að austan. Já. Þannig að það liggur í einhverjum ættum þarna. Já, trúlega. En já, þú talar fyrir austan, þið bjöggu þar þegar strákarnir ykkar. Bjöggum í Hróarstungu austur á Héraði. Já. En hvernig var að ala upp 3 börn sem eru svona mikið fötluð? Ég held að það hafi ekkert verið öðruvísi fyrir okkur heldur en aðra. Þeir voru náttúrulega 3, Gunnhildur var með sjón. Já. Og hún hefur ekki fengið þennan sjúkdóm? Nei, hún fekk þetta ekki, en
Ég held að það hefur ekkert verið aldnir upp öðruvísi, sko. En búandi fyrir austan, svona langt frá allir í þjónustu, háði það ykkur ekkert? Nei, nei, mér fannst það ekki. Við fengum mjög góða þjónustu frá sjónstöðinni. Sérstaklega eftir að við fluttum í Egilsstaði, þetta var erfiðara meðan við byggum í sveitinni, af því að það var svona lengra í en það kom fólk frá sjónstöðinni í grunnskólan á Egilsstöðum og svoleiðis og með fræðslu og þannig að það var ekki. En hvernig gekk þeim að læra? Bara mjög vel. Já. Já. Þurftu þeir ekki ákveðin búnað til þess að? Jú, þeir voru hvað yngstir og þá voru þeir með borð, svona hallandi borð til þess að verða ekki alveg í keng og með vöðvabólgu, það svolítið fylgir þeim vöðvabólga. Og Daniel fékk svo þegar hann var komin í menntaskóla, þá fékk hann það sem var kallaður svanahálsin, þá gat hann beint ákveðnum á töfluna og sá það þá í tölvunni hjá sér sem hann fékk að lána hjá sjónstöðinni. Já. Og Sigurður Þorri fékk svo að gjöf tölvu frá Thorvaldsensfélaginu þegar hann byrjaði í skóla og sem hann nýttist honum opbáslega vel. Já. Þá gat hann bara stækkað og minkaði letur eftir því hvað honum hentaði. Gunnlaugur aftur með fyrstu greininguna, það var ekki alveg eins, hann náttúrulega glímdi við aðra erfiðleika líka. Já. Og hann átti erfitt með að læra í hóp. Já. Og þurfti svona til þess að ná sama árangri og hinn, þá hefði hann þurft kennslumaður og mann sem var bara ekki í boði. Nei. Hefði kannski verið í boði hér á höfuðborgarsvæðinu? Ég efast það. Það var komin þessi stefna, sko, það eiga allir að vera eins og allir bara inn í þessu almenna bekkjakerfi. Já. Og það er að segja þessi skóli án aðgreiningar. Já. En hann hendar bara ekkert öllum. En þeir hafa greinilega allir geta lært. Já. Og hvernig tókust þeir sjálfir á við þetta og hvað var erfiðast fyrir þá? Þá kannski gendilega í námi bara í daglegu lífi? Kannski erfiðast var félagslega. Það gekk allt út á boltaleiki. Já. Fótbolta, körfubolta, handbolta og þar voru þeir bara ekki alveg gjaldgengir og en Daniel var reynda mikið í frjálsum þangað til að ISI ákvað að kippa út keppnum í greinum án atrennu, þar að segja langstökki og þríkstokki og þessu, það var alltaf hægt að keppa í því án atrennu. Já. Sem hentaði honum mjög vel. Já. Því hann sá náttúrulega ekki línuna hvar hann átt að stíga í atrennunni og þá hætti hann, en hann var mjög góður í íþróttum, sko. Þegar þú talar félagslega, já, það er auðvitað takmörkum háð hvað þeir gátu gert. Já. En að öðru leyti, eignuðust þeir ekki vini? Jú. Gunnlaugur var reynda kannski alltaf svolítið einangraður, sko, en hann var bara mjög einrænn af eðlisfari líka. Já. Fannst þetta nú bara eiginlega að vera vesen að vera með einhverja fylgifiska yfir sér. En hann var náttúrulega mjög sérstakur. Já. En það er svolítið merkilegt þegar þú talar um þetta og alla tíð. Þér hefur aldrei fundist þetta neitt mál. Nei. Og ég hef aldrei tekið eftir því að þú hafi verið eitthvað leið eða þunglindi yfir þessu. Nei, ég fór einmitt á námskeið hjá 2 sálfræðingum á vegum blindrafélags eða sjónstöðunni, ég man nú ekki hvort það var. Og mjög búið að koma á þá námskeið eða fræðslu, ég man nú ekki hvort það var kallað. Og þar voru foreldrar að lýsa því þessu áfalli að hafa eignast blind eða sjónskert barn og sorgarviðbrögðum og eitthvað svoleiðis og ég var bara eins út að aka, sko. Já. Ég bara fann mig ekki í þessu og já. En strákarnir sjálfir, nú auðvitað þekkja þeir ekkit annað heldur en þeir eru fættir svona, þekkja ekkit annað. Hafa þeir alveg tekið þessu, hefur aldrei komið að svona myrkum dögum hjá þeim?
Nei, ekki myndi ég segja svona myrkundögum en bílprófsaldurinn var erfiður Já, sko. ég get Þeir vissu það reyndar og við sögðum þeim það strax að það bara þeir höfðu þroska til að bílpróf yrði ekki eitthvað sem þeir myndu geta fengið en það kannski skall á þeim svolítið svona þegar vinirnir fóru að taka bílprófa að þetta væri raunverulegt. Þeir hafa hjólað allt, það ekki? Já. Ég meina þeir hafa keyrt sko, Já, þeir kunna alveg að keyra Já. og þeir hafa verið á snjósleðum og Daniel átti jeppa á 38 tómu en hann var náttúrulega bara keyrður inn á fjöllum. Jú, þeir láta ekki stoppa sig. Nei, þeir láta ekki stoppa sig. Já. En svo Daniel sem er miðjustrákurinn, hann fór svo í langskólan á. Já, hann fór í háskólan í Reykjavík í tölvunarfræði. Já, og kláraði það? Nei, hann kláraði það reyndar ekki. Hann átti þarna bara rétt það síðasta eftir en þá fannst honum orðið kennslan snúast allt annað en tölvunarfræði. Honum fannst þetta að vera orðið eitthvað uppfyllingarnám og sem ekki var á hans áhuga sviði og fór því bara að vinna. Já, en hann fekk vinnu við. Já, hann er kerfisfræðingur hjá gagnaverinu á Blönduósi eða hjá Boralis Data Center, sko. Það er ekkert annað. Og líka Sigurður Þorri, yngsti strákurinn. Já, hann vinnur það líka. Já. Þeir eru allir í þessu tölvudóti, sko. Já, það er nú sem betur fyrir tæknin sem að hjálpar. Já, og þeir eru mjög duglegir að nýta sér það. Allavega sko. Það sem þeir bíða mest spenntir eftir sko eru sjálfkeyrandi bílarnir. Já, ég get ímyndað með það. Þannig að þeir þurfu ekki verið upp á aðra komnir með þá þjónustu. Einmitt. Já, þannig að þeir pluma sig ágætlega. En svo gerist ákveðin atburður í þínu lífi sem að hefur haft mikil áhrif á alla fjölskylduna. Að Gunnlaugur, elsti sonur þinn, hann veikist krabbameini, ekki satt? Jú. Já. Og er að glíma við það þegar það kemur upp eitthvað annað ástand hjá hann? Já, hann greinist vorið 2020 með bráðahvítblæði og eða sumarið er það komin endanlega greining á því og hann fer í lyfjameðferð í lok ágúst, lyfjameðferð númer 1 sem gekk bara ótrúlega vel og hann átti að fá viku heima í frí á milli meðferða. Þá er náttúrulega COVID-skollið á alveg á miljandi siglingu sko og svo þegar hann er búin að vera þarna 2-3 daga heima þá veikist hann og þeir heldur kannski að væri COVID og þorði ekki hann að flytja hann á spítala aftur. Þannig að lyfjameðferð númer 2 byrjaði svo stuttu seinna. Þeir voru vissir að þetta var ekki COVID sem var að honum. En þegar henni var lokið þá var nokkuð ljóst að þetta var ekki að virka, þessari lyfjameðferðir. Hann átti að fara í númer 3 líka og þá hugsanlega til Svíþjóðar í mergskipti en þetta var ekki skila þeim árangri þannig að það varð aldrei úr 3. meðferðinni þannig að á gamlársdag kemur hann heim og þá búin að ljúka sinni meðferð og þá hófst bara þetta hvað maður að segja svona stöðuleika ferli, hann þurfti blóð 2. til 3. hverju viku. Við vorum að trappa niður öll eiturlyfin, oxíið og fentanýlið og allt þetta. Það tók okkur fram á vorið að ná því í burtu. Og hann fór bara í sína reglulegu blóðgjafir og svo rúndaði hann bara á sínu hjóli og í júní var hann búinn að kaupa sér íbúð. Þarna 2021 og fekk hann aðfenda 14. eða 15. júní allsællur og flutti þangað og lífið bara, gekk sinn vanagang. Krabbinn var þarna en hann var hvorki betri eða verri. Þeir náðu honum ákveðið niður í þessum lyfjameðferður og hann var þarna en hann var bara til friðs.
og þannig gekk það þangað til sumari 2023, þannig voru 2023. En hann sem sagt þurfti ákveði lyf af því hann þurfti allar þessar blóðgjafir, þá hækkar alltaf járnið í okkur og af honum var ekki hægt að tappa af eins og með aðra sem að hleðst upp járn og þannig að hann fékk lyf sem að hélt því í skefjum og lækkaði járnið sem hann þoldi mjög vel. En þá kom þessi ömurlegi atburður að þeir ákvaða að taka það lyf af honum og setja hann á eitthvað samheita lyf. Sem þeir töldu að myndi virka eins. Já, ég meina efnin í því eru þau sömu þar sé svo kallu virku efni. En Gunnlaugur hefur allatíð sýnt þau einkenni að þegar hann fer á samheita lyf eða einhver ódýrari lyf að þá þolir hann þau ekki. Og það gilti maga, hvað heitir það, bakflæðislyfin hans, Crohns-lyfin hans, hann var með Crohns líka og hann þoldi ekki ódýrari lyfin. Virkaefnið er það sama en það eru þessi íblöndunarefni sem eru oft á tíðum öðruvísi og fólk getur eiginlega bara haft ánæmi fyrir þeim. Það er í sjálfu sér ekkert að samheita lyfjum. Þau geta verið fyrir suma bara betri með þess að. En við vissum það að það yrði ekki þannig fyrir Gunnlaug. Það var bara saga búin að sýna það. En það var alveg sama hvernig við létum að þeir létu hann á þetta samheita lyf. Og þá verður hann bara opslega veikur. Hvernig veikur? Hann byrjar að steypast út í sárum. Fyrst á læri við endaþarm, svo fór það í andlitið á honum, höfuðið, hendurnar og þar ég bara ekki neitt við neitt. Og hann fer inn á spítalan á Akureyri í mánaðamótin ágúst-september og hann átti ekki það, hann átti kvæmt. Baðstu hitt lyfið aftur? Ég margbað það að þessu yrði ekki breytt. Ég skrifaði lyfjanefnd ríkisins, ég skrifaði öllum sem ég datt í hug að skrifa. Læknirinn hans skrifaði 3 bréf það að hann fengi að halda áfram á hinu lyfinu en allt kom fyrir ekki. En svo kom það í ljós þegar heimildin, miðillinn heimildin fór að skoða þetta mál, að það er eins og það hefði eitthvað klikkað í kerfinu. Vottorðin sem að læknirinn skrifaði, þau virtust aldrei hafa farið á réttan stað. Og það finnst mér mjög sérstakt. Telur þetta hafi verið bara út af kostnaði? Fyrralyfið var dýrara, klárlega, en ekki þannig að það væri réttlætanlegt finnst mér að þeirra margbúið að vara þá sem að málunni koma við því að þetta myndi hafa slæm áhrif. Það var ekki svo mikið dýrara. Jú, það var dýrara en ekki þannig. En það er svo skrítið líka þegar ef ég fæ ávísa lyf og þá get ég valið hvort ég vilji frumlyfið eða hvort ég vilji taka ódýrara samheita lyfið. Ég fæ að velja en Gunnlaugur fékk aldrei að velja. Það var bara nei. Hvaða skýringar fékkstu á þessu? Engar? Nei, ekki sem ég get kallað skýringar. Ég veit ekki hvað ég fékk mörg bréf frá lyfjanefnd. Það sem að þessi samsuða var það að þetta er sama grunnlyfið og það er mælt með þessu og þetta er þeirra form á vinnubrögðum sem sagt og það breytti engu. Hvaða skýringar gáfuður á þessum sárum? Einhverja skýringu hljóta að hafa gefið á því? Nei, þau gáfu enga skýringu á því og hann greinist með sjúkdóminn á Akureyri, pínodermugangrenósum, þessi sárasjúkdómur. En ég komst að því bara hjá blaðamanni Heimildarinnar þegar hún fór að rannsaka
þetta lyf og þessi lyf, en það gildir reynda líka frumlyfið sko, að það getur brotist út svona sára myndun af þessu lyfi, en það var ekkert frekar af samheitalyfinu frekar en frumlyfinu. En hins vegar hann búin að vera á frumlyfinu á annað ár, en þetta gerist þegar hann kemur á samheitalyfið. Bara strax? Það byrjaði bara að myndast 3-4 dögum seinna. Vildu þér aldrei samþykja það, læknarnir, að það geti verið út af? Nei. Alltaf þegar ég var að tala þetta á sjúkrahúsinu Akureyri og Vikulaugur að þá var það nú eins og þetta var nú frábært fólk á Akureyri, ég vil taka það fram á lyfjadeildinni, þetta var bara einstakt fólk þarna. Að læknarnir urðu alltaf opaslega busy og þurftu að flýta sér ef ég fór eitthvað að tala það. Þú veist, þeir mega örugglega ekki, þú veist, samsinna eða samþykja eitthvað svona fullyrðingar frá einhverju kellingu þarna inn á deild, sko. Manni dettur í hug, sko, að þetta sé eitthvað svona þrjóska að viðurkenna ekki að það sem aðstandandi segir sé kannski eitthvað viti. Þetta sem sagt, sko, mér finnst alveg sjálfsagt að nota samheitalyf, sko. Ég ekki í þessu ströggli að því ég á móti samheitalyfjum. Það bara alls ekki þannig. En með fárveikan sjúkling, eins og Gunnlaugur var, að leyfa sér það að fara að skipta lyf, finnst mér bara ábyrgð hlutur. Bara það. Þú veist, hitt var vitað að hann þoldi, það var ekkert vitað með framhaldið. Og þú ert bara að tefla, hvað sem rússneska rúllettu, heilbrigðiskerfi þegar þú gerir svona. Já, þetta er undarlegt. Þetta er mjög undarlegt. Hvernig tók Gunnlaugur þessu öllu saman? Hann var ofsalega hræddur. Hann var náttúrulega búin að glíma við heilbrigðiskerfi mjög lengi, bæði á kronsjúkdómnum og bakflæðinu og því. Og það tók hann mörg ár, til dæmis hann þoldi ekki að fá pensilín í töfluformi. Það var bara, þú veist, það var bara eins og að tala við umferðarskiltin í Reykjavík að tala við læknana það að hann þyrfti að fá það í æð. Það var alveg ótrúlegt að það skildi þurfa að standa í stappi fyrir því að þeir skildu trúa því að hann hildi þau ekki í töfluformi. Hann var bara veikur. Ef hann tók einn pensilín í töfluformi þá sat hann bara á klósitinu og komst ekki frá, sko. Og það tók okkur 3-4 ár. Þegar við fengið það leiðrétt? Já, á endanum, en þú veist, það kom alltaf upp, sko. Við þurftum alltaf að þið verðið að skoða sjúkraskýrslunar. Þú veist, ef það kom einhver nýra að málinu, þú veist, þá þurfti alltaf að byrja sömu sögunni. Og það var bara eins og hún væri aldrei trúað. Af hverju heldur það hefur verið? Af því hann var... Vegna þess að hann var greindur misþroska og með þroskaskerðingu, þá held ég að það aldrei verið trúað. Og það og ég upplifið það bara svo oft bæði á Borgarspítalanum og þegar hann bað mig að fara með sér til læknana, sko, þegar hann vissi að hann þurfti sýklalyf, sko, að þá, ég veit ekki hvað ég flög margar ferðir frá Egilsstöðum þegar við byggum þar, af því að þá bjó hann hér í Reykjavík, að fara með hann til læknis vegna þess að hann vissi það og honum ekki trúað. Já. Og þá var alltaf að tala við mig, ekki við hann, sko. Hann var með greiningu og það var bara ekki margtækt það sem hann sagði. Þetta svolítið sorglegt. Og þetta fyrst og fremst hjá hinu hámennta fólki sem við lendum í þessu. Við lendum aldrei í þessu bara við mannin út á götu eða svona fordómum. Þetta alltaf í heilbrigðiskerfinu. Og þetta nákvæmlega það sama, það sem konur að upplifa sem fara til læknis ef þær eru í aðeins yfirþyngd, hafa einhver tíman greinst með kvíða eða eitthvað. Það alveg sama hvað enginn er koma með þar eða fara út að labba eða hreyfa sig, létta sig og gera æfingur út af vöðabólgu. Það aldrei skoðan eitt meira. Ekki að þú ert kona komin á góðan aldur og ert með einhver auka kíló, sko. Heldurðu, Silja, að læknarnir séu þarna að verja ákvarðanir sínar?
Jafnvel þó þeir viti betur. Manni virðist að Sko- stundum. Ég veit ekki hvað ég að segja um það. Hins vegar sko kemst maður ekki hjá því að fyllast grunsemdum að sé verið að verja einhverjar ákvarðanir eins og núna mér er neitað aðgang á sjúkraskýrslum Gunnlaugs frá að hálfu Landspítalans og það sem á bakvið heilsuveru og sjúkratryggingar og það. En til dæmis Akureyri, Heilbrigðisstofnun Norðurlands, ég er með aðgang á öllum sjúkraskýrslunum hans þar og búin að fá öll gögn. Af Getur hverju? ekki vitnað í einhverja reglur sem gilda þetta? Eða? Ég meina, það er búið að því að það er bara samt nei. Ég þarf að höfða mál til þess að fá gögnin sko og lögfræðingur segir mér ég muni vinna það mál en ég hef engin efna á því að höfða það mál. Þó það nú væri. Þannig að Þetta er búið að vera mikil barátta hjá ykkur fjölskyldinu og aðalega bitnað á þér náttúrulega. Já, það er náttúrulega, ég hef verið í eldlínun en þetta er náttúrulega bitnað jæmt á okkur öllum sko. Já, skiljanlega. En hvað var það sem fór honum mjög aftur á spítalanum á Akureyri? Var þetta alveg... Honum þetta fór var bara, já, sko það réðist... beinleið niður. Já, og sem sagt þegar þessi sár byrjuðu og voru mjög mikil á tímabili. Við vorum að maður sendur suðu með sjúkraflugi þarna miður tímabilinu til þess að reyna að fá greiningar á þessu því að sterar virkuðu á þessi sár en leið og bara var farið að trappa niður sterana þá blossuðu þau upp aftur. Ég sá myndir Já. af honum. Þetta var skelfilegt. Þetta var allt svakalegt. Og hann fær sprautulyf þegar er búið að greina þetta og það er að virka. En þá tók hann tók þá ákvörðun að neita að taka jarðlækkunarlyfið. Leið honum illa því. Já, hann sem sagt og við vorum samfærð það að það var það sem var að valda þessum sárum. Og hann sem sagt neita að taka jarðlækkunarlyfið nema hann fengi frumlyfið sem hann fekk ekki. Og þá náttúrulega hlóðst upp járnið og sem er hans banamein í rauninni, það er ofhleðsla á járni. En í dánarvottorðið er skrifað Crohns, pínudermum, gangrenósum og krabbi. Það er hvergi minnst á ofhleðslu á járni. Ég velti því fyrir mig hvort að þú sést ekki bitur eftir þetta allt saman. Já, sko, jú, þetta var á einhverju leiti bitur en það þjónar bara voðalega litlum tilgangi, sko. Og lífið verður að halda áfram. En ég vil bara ekki að þetta aðri lendi í þessu. Þess vegna held ég áfram að hamra járnið. Já, ég veit að það er ekki þægilegt fyrir því að tala um þetta, Silla, en hvað viltu ráðleggja fólki sem stendur í þessari baráttu, kannski ekki alveg eins og þinni baráttu, en baráttu við að fá sínu framgengt, því að það þekkir engin sjúklingi betur heldur en aðstandandinn. Nei, og sjúklingurinn sjálfur líka. Og sér talar ekki um sjúklingurinn sjálfur. Sjúklingin sjálfan, sko. Það vantar betri hlustun og það þarf að fara að breyta, það þarf að breyta hvernig hún nálgast sjúklingin. Auðvitað eru til, þú veist, eins og eitt læknir sagði mér, ímyndunarveikar kellingar, hann sagði það næstu því, sko. En þú veist, auðvitað er þetta til, einhver sem að, þú veist, er alltaf að krópa úlfur, úlfur. En þú mátt ekki láta það hafa áhrif á alla hina. Þú verður að ná þeirri færni að geta lesið í. Og þetta eins og með konur, hvað þær eru alltaf afskrifaðar með kvíða, þunglindi og öðabólgu og hérna bara ég og mín fjölskylda þekkjum 4 konur sem eru látnar vegna þess að það var ekki hlustað. Þetta var allar að krabba. Hvað er þetta að segja? Já, og þetta var bara vöðabólga, kvíði, þunglindi og eitthvað annað. Reykingar, jú. Já. Hitt var ekki skoða fyrir það var orðið svo seint. Og þessu þarf að breyta. Og þú verður að hlusta á sjúklingin og eða aðstandendur ef það er að ræða betur. Hvort sem að sjúklingurinn er fatlaður eða Fatlaður ófatlaður. ekki fatlaður, sko, það skiptir ekki máli og Gunnlaugur var ekkert fatlaður hérna, sko. Nei.
þú veist, hann var með þessa greiningu en Það vissi alveg hvað hann var að segja. misþroska, þú veist, hann var kannski ekki jafn góður í öllu, en í maður og mann og daglega lífinu þá var hann hærri en við. Þú veist, það er þetta misþroska, þú veit, ef að þessi að miðjun er 100, þá ertu kannski á sumum sviðum, og við líka, kannski 80, 90, og svo erum við kannski á öðrum sviðum 110, 120 og það var þannig með Gunnlaugu líka. Eftir að Gunnlaugu var dáin, var einhvern tíma viðurkennt að það hefði ekki verið rétt staðið að málum? Nei. Aldrei? Nei. Nei. Ekkert svoleiðis. Ég ætla aðeins að venda mínu kveði í kross núna og tala strákana þína, Sigurð Þorra og Daniel. Og ég var alveg yfir mig hissa þegar ég frétti það að Daniel hefði bara hreinlega byggt heilt einbýlshús á Já, á hann Blönduósi. byggði sér hús. Með 5-7% sjón eða hvað hann er með. Já. Hvernig fer hann að þessu? Er hann með stækkunarklippi? Eitthvað? Nei, hann er það nú reyndar ekki, sko, en Þetta er kannski kjánaleg spurning. en þetta er svona kannski eins og ég og vinkona mín komum í skemmuna þar sem að öll smíðatólin eru og þeir bræður voru að smíða hérna svona kofa fyrir einstakling. Já. Og sem átti að vera gluggalás, þetta var svona garðskúr og við komum þarna inn og þeir eru inn í kofanum eða okkur fannst niða myrkri, þá voru þeir að mæla, sko. Við sáum ekki baun. Þá voru þeir að mæla fyrir hillum eða einhverju svoleið sem átti að vera þarna inni, sko. Og sáu alveg á tommustokkin? Já, það var myrkur, það sá á tommustokkin. Nei, þetta er líka, sko, þeir græja sig upp og hérna nýta tæknina. Til dæmis eins og leyserar voru alla jafna fyrst allir með svona rauðum geisla. Já. Og þeir sjá ekki rautt, þeir sjá það bara ekki. Og þannig að þeir fóru hamförum á internetinu og leituðu að leyser sem að sýnir græna línu og hann er komin í hús. Já, þeir sjá það betur með svartbítu sjónina. Þeir sjá það betur, já, ef að birtan er þannig að það sé, þá geta þeir sé grænu línuna á viðnum, það sem þeir eru að smíða. Er það ekkert sem strákarnir geta ekki? Nema keyrt bíl? Ég held ekki, já, nema þetta, já, sko, þeir geta keyrt bíl, þeir bara mega það ekki. Já, nákvæmlega. Já. Þannig að það er... En honum gekk vel að byggja þetta hús? Já, mjög vel. Já. Og er fluttur í það núna? Já. Hann var að klára að setja upp eldsinnýtinguna. Já, bara sér svona? Já. Og gerði það sjálfur? Já. Sjálfsögðu. Þetta er ótrúlegt. Hann flutti í það reynda fyrir 4-5 árum, sko. Já, þegar það var á byggingastígi. Já, og hérna, en hann ætlaði ekki að taka meiri lán, þannig að hann þurfti að bíða áður en ég held áfram. Skynsamur strákur. Já. Já, hérna. En ég veit ekki hvar við að bera niður næst, en ég venn nú samt að spyrja það eins út í enn eitt áfalli sem að fjölskyldan var fyrir þegar maðurinn þinn greindist með krabbamein. Já. Voruð ekki búin að fá dálítið góðan skamt? Já, þetta er eiginlega bara komið gott, sko. Finnst mér. Það eru rúm 13 ár síðan að hann greindist. Já. Og hérna... Hann bara lifir með sínu krabbameini? Já, hann er þarna, semst það var skorið og hérna, og hreinsað út og svoleiðis og svo fór hann í geisla 4-5 árum seinna þegar þetta fór að láta kræla á sér aftur. En svo er hann núna komin á, ég heldur kallið þetta fyrirbyggjandi lyf, sko. Já. Til þess að halda því niðri og sem betur fer þá virka þau en þá. Já, það er gott. Þannig að hann er svona bara eitthvað jákvætt. Já. Og svo hefur við náttúrulega ekki minnst á stelpuna þína sem að býra á hún býr á Sauðárkróki í henni heima byggð. Já, menn gantast með það, hún búið á skaffiska efnahagssvæðinu. Já, Gunnhildur. Já, og vinnur hjá kaupfélaginu. Já, og sér eins og Haukur. Já.
það hérna, hún gerir það og henni gengur mjög vel. Já. Hún það nú ekki, það var á sínum tíma þá að talað af hverju strákarnir fengju allir þetta sem átti ekki að vera fræðilegu möguleiki. Já. Að við hjónin ættum ekki rosalega vel saman í blóðflokkum. Já. Það var einskýringin en Gunnhildur nokkuð heilbrigð. Já, en samt í rauninni ekki því að hún náttúrulega fær æxli 12 ára gömul sem varð að fjarlægja og annan eggjastokkin og allt það og fær í kjölfarið á því þennan skelfilega sjúkdóm, það að segja legslímuhimnuflakki sem náttúrulega allar hvern mann lifandi að drepa sem fær það sem slæmu útgáfun af því sko. Og hún fekk það þannig að hún hefur ekkert verið laus við. En þessi sjúkdómur, augsjúkdómur hann ekki hjá henni. Hann ekki hjá henni nei. Og kannski fer síður í konur. Og strákarnir hennar, hún á 3 stráka því að einhver tíma var nú talað að við kvenfólki bærum þennan augsjúkdóm en kallpenningurinn yrði fyrir því. Já. Að hún á 3 börn og sjá allir bara mjög vel. Já. Þannig að það bara fínt. Já, það náttúrulega alveg dásanlegt. En ég ætla svona í lokin aðeins að forvitnast hvað þú ert að gera á Blönduósi. Þú rakst þarna verslun og kaffihús lengi. Já, ég gerði það. Rosalega gaman. Já. Ég elskaði viðskiptavinina mína. Já. Þetta var svo dásamlegt tímabili en á einhver tímapunkti þá verður maður að segja hingað ekki lengra ef maður ætlar að halda heilsu. Já. En nú ég var reyndar að kaffihúsum síðustu helgi. Nú já. Sem ég langar að segja frá. Já. Það var svo geggjað á prjónagleðin á Blönduósi. Já. Sem ég finnst nú eiginlega bara. Hvað prjónagleði? Prjónagleði árlega hátíð sem haldin þetta var 10. árið sem þetta haldið á Blönduósi. Já. Og því líkt ég bara, þetta var svo flott og það var svo margt fólk og þetta var svo gaman. Já. Og ég semst fekk það hlutverk að sjá kaffihúsið á prjónagleðinni og þetta var bara geggjað sko. Og sjá íþróttahúsið með öllum þessum litum og gatni og öllum þessum fjölda konum og köllum. Og líka kallar. Já, það voru, það mætti þarna með Stephen West sem frægur prjónahönnuður. Já. Og 2 aðrir og svo voru fleiri kallar þarna og í þessum glæsilegum peysum og svo var náttúrulega mjög margir í peysunni þarna sem allir að prjóna núna. Skjól, heitir það ekki? Bleiku. Já, með öldunum Já. Og ég verð nú bara að segja það, mér langar að koma því á framfæri að skammist ykkar RÚV og sín. Þið hafi ekki sýnt eitt einasta myndefni frá þessari hátíð. Ekki hefði orðið verið við það? Nei, það eiginlega ykkur bara til skammar, sko. Já, hvað voru margir einstaklingar hann? Ég veit það nú ekki, en bara laugadagurinn á kaffihúsinu fóru það bara 500 færslur. Já. Þannig að ég held að það hafi verið einhvers staðar á milli 500 og 700 manns á laugadeginum. Já. Ívið færi á föstudeginum og svo eru fólk að tínast heim á sunnudeginum. Og þú sást hnallþórurnar? Ég sá hnallþórurnar, já. Það ógeðslega gaman líka. En svo ég aðalega bara í bútasöfnum núna. Já. Og byrjaði á því þegar Gunnlaugur dó að sauma og ágáður reyndi krabbameinsfélagsins í Austur-Húnavatnssýslu. Og Sigurður eiginmaðurinn sett upp sérstakt verkstæði fyrir því? Já, ég fekk bílskúrinn. Margir kunningi okkar á Blönduósi karlkyns finnst þetta nú ekki til fyrirmyndar hjá Sigurði að hafa afhent mér bílskúrinn undir þetta sýnir slæmt fordæmi. En hann breytti og þeir feðgar breyttu bílskúrnum fyrir mig bara saumastofu gallerí og þar bara fólk velkomið þegar ég er heima og þar eru ég að sauma og vinkonum mínar stundum með mig líka. Og hægt að kaupa af þér afurðir þínar? Já, það hægt. Ég set svona
flest á Facebook síðuna mína bara, eða Húnabúð. Hvað heitir Húnabúð Húnabúð á Facebook? Á Facebook og eða bara nafni mitt Sigurlaug Gísladóttir. Og þetta ágóðin rennur til Sko, hann hefur gert það hingað til og ég reyndar, það komið að þeim tímapunkti ég þarf að fara að kaupa efni, þannig ég þarf eitthvað að taka til mín sjálf til þess að geta haldið áfram. Ég fékk nefnilega svo mikið gefins að efnum þarna þegar menn vissi að ég var að sauma bara fyrir Krabbameinsfélagið. En nú ég verið búin að sauma úr því öllu, þannig að og efni óbúðslega dýr. Já, við bara sendum það út í kosmósið hér og nú að ef ykkur á svona bútasaums ekki henda neinu svoleiðis. Ekki henda neinu svoleiðis. Sigurlaug Gísladóttir getur notað það á Blönduósi. Já, og við vinkonurnar, við notum þetta allt saman. Já, akkurat. Já, það er bara því. Jæja, Sela mín, heyrði, það er nú bara komið að leiðarlokum hjá okkur. Sko, ég er nú alltaf jafn hissa á því hvað þú ert glöð og kátt og hress þrátt fyrir þessar hremmingar allar saman sem þú ert búin að gangi í gegnum. Ég kalla það nú reyndar ekki hremmingar að eiga þessar 2 myndalegu stráka á lífi. Þú veist, ég finn ekki fyrir því sem hremmingar, sko, þeir eru svo fullkomnir að ég er náttúrulega kannski ekki alveg hlutlaus. Já, ég get alveg tekið undir það. Þannig að hérna, já. Yndislegi strákar, já. Dóttir þín líka, yndisleg. En hvað er framöndan hjá þér? Ætlar að gera eitthvað sniðugt í sumar? Herðu, já, við köllum það hérna hjónin að ég sé farin á lóðari. Já. Sko, ég hef ekki getað, ég fór í liðskipti í fyrra og 3 ára undan þá var ég ekki fær að sinna lóðinni. Garðinum mínum sem að mér finnst opaslega gaman. Já. Þannig að nú er ég að byrja þar og svo ef það er rigninga þá fer ég bara að sauma. Þú átt alveg þjáningasystur í garðinum, skal ég segja þér. Ég hef með eitt svona stóran í Hafnarfirði sem og er hérna lengi að jafna mig í bakinu eftir að hafa verið þar. Ég var einmitt að bróði minn sem er snillingur á Gröfu, hann kom að fjallaði fyrir mig allt svona. Það var svo mikið kúlugrjót og þú veist, að alltaf skríða svoleiðis og hreinsa úr er bara martröð, sko. Þannig að ég var svo glöð daginn þegar var búið að fjarlægja það allt saman. Þannig að dásamlegt. Já. Það er eiginlega svolítið einhvernar orð fyrir því dásamlegt. Þess að þú ert alltaf öðrulaus í þessu öllu saman. Já, ég meina, lífið heldur áfram og við hefum góða að og hérna. Já, og það er oft gott að fara í poljunnileikin, það eru margir sem hafa það verð. Já, og fullt af fólki sem hefur það miklu verð og maður má bara ekki, og kannski eitt eins og með strákana, sko, þegar fólk er að eignast börn með einhverju föllun, að guðanabænum ekki pakka þeim í bómull. Það er nefnilega hlutur sem þú hefur aldrei gert. Það hefur aldrei verið gert. Og alltaf gert gröfur til strákana. Já, sko, það er ekkert verra fyrir krakka sem glíma við sjónskerðingu eða eitthvað, að foreldrarnir taki yfir og passaðu þetta ekki þarna og passaðu þarna. Þau verða að fá að reka sig á eins og við hinn. Við förum ekki alltaf eftir reglunum heldur og fullorðna fólki þó við þykist vita alla skapaða hluti. Og árangurinn má sjá í strákunum. Já, og ég held að það sé númer 1, 2 og 3 og ekki pakka þeim í bómull. Já, ekki pakka þeim í bómull. Silla mín, takk kærlega fyrir komuna. Takk fyrir að bjóða mér. Og gangið þér alltaf sólu eins og þar stendur. Ég beði að heilsa. Sömuleiðis. Bönnanu þínu. Já, takk. Og bóndanum. Já, takk. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.